Næst tekur við Páll Hreinsson og tala stjórnkerfi í aðdraganda falls bankanna. Sú þróun sem Sigríður hefur lýst hér að framan byggist á ákvörðunum sem stjórnendur og eigendur bankana tóku. Þetta voru viðskiptaákvarðanir sem þeir bera lögum samkvæmt ábyrgð á. Þeirri ábyrgð verður hins vegar aðeins komið fram gagnvart þeim fyrir dómstólum, annars vegar af hálfu ákæruvaldsins og síðan í einkamálum af hálfu þeirra sem telja að rétti sínum hafi verið brotið. Þegar við höfum nú stiklað á stóru í meginorsökum að falli bankana, þá vaknar auðvitað spurningin: vissu stjórnvöld þessa veikleika? Höfðu þau tækifæri til að bregðast við? Og þau stjórnvöld sem koma hér við sögu eru forsætisráðherra, viðskiptaráðherra, fjármálaráðherra og það eru auðvitað Seðlabanki Íslands, Fjármálaeftirlitið og samráðshópur stjórnvalda. Rétt er að taka fram að í kafla 19 og 20 í skýrslunni hafa geyma sögu afskipta stjórnvalda í aðdraganda að falli bankana. Stjórnvöldum var vel kunnugt það vanda sem bankarnir lentu í á fyrri hluta ársins 2006 í hinni svokölluðu mínikrísu. Þeim var einnig vel ljóst hvenær hin alþjóðlega fjármálakreppa lagðist af og að hún hafði fljótlega mjög alvarleg áhrif á rekstur bankana. Í nóvember 2007 hefðu áhyggjur magnast svo mikið að kallaður var saman starfshópur í Seðlabanka Íslands viðbrögð við lausafjárvanda og viðbúnaðarstöð aukið. Þá var einnig settur á fót sérstakur viðbúnaðarhópur hjá Fjármálaeftirlitinu. Á sama tíma fór samráðshópur stjórnvalda að funda oftar. Á öðrum fundi samráðshópsins eftir áramót hafði ástandið þróast á þann veg að bókuð voru ummæli eftir Ingimundi Freyrissyni seðlabankastjóra að fjármálaáfall væri ekki lengur fjarstæðukenndur möguleiki. Forsætisráðherra, utanríkisráðherra og fjármálaráðherra áttu fund með bankastjórn Seðlabanka Íslands 7. febrúar 2008. Á fundinum dró formaður bankastjórnar Seðlabankans upp mjög dökka mynd af stöðu og framtíðarhorfum íslenska bankana. Upplýsingarnar bentu til yfirvofandi hættu fyrir íslenskt efnahagslíf. Seðlabankinn lagði ekki fram tillögur hvað þyrfti að gera til að bregðast við þar sem talið var að ráðherrar yrðu að hafa frumkvæði að því. En ráðherrarnir, þeir óskuðu heldur ekki eftir tillögum bankastjórnar hvað úrræði væri í tækistöðunni þar sem þeir töldu að Seðlabankinn ætti að hafa frumkvæði að því. Engar tillögur komu því fram og ekki var gripið til neinnar ráðstafana. Bankastjórn Seðlabanka Íslands átti einnig fund með forsætisráðherra og utanríkisráðherra 1. apríl 2008 og upplýsti þar að 193 milljónir punda hefðu runnið út af ICE-reikningum í London helgina áður. Jafnframt kom fram að Landsbankinn gæti einvörðingu þolað slíkt útstreymi í 6 daga. Hvorki forsætisráðherra né aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem höfðu þessar upplýsingar brugðust við þeim með virkum og trúverðugum aðgerðum. Hinn 14. apríl kom út skýrsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þar sem lögð rík áhersla á að minnka verði íslensku bankana og hinn 23. apríl hringdi Davíð Oddsson í forsætisráðherra og tilkynnti að Seðlabanki Bretlands hefði að hafna því að gera gjaldeyrisskiptasamning við Seðlabanka Íslands. Þannig hrönnuðust upp óveðuský. Að mati rannsóknarnefndar Alþingis voru aðgerðir ríkisstjórnarinnar í málum bankana ómarkvissar þegar harðna tók á dalnum á árinu 2008. Ráðherrar einblíndu of mikið á ímyndarvanda fjármálafyrirtækja í stað þess augljósa vanda að íslenska fjármálakerfið var allt of stórt miðað við íslenskt hagkerfi. Þegar ráðherrar hugðust bæta ímynd íslenska bankakerfisins með þátttöku í opinberri umræðu, einkum erlendis, þá var það gert án þess að lagt væri mat á fjárhagslegan styrk ríkisins til þess að koma bönkunum til aðstoðar og án þess að fyrirlægju upplýsingar kostnað við hugsanlegt fjármálaáfall. Fyrir liggur að á fundum ríkisstjórnar Íslands var allt fram að falli bankana lítið rætt stöðu bankana og lausafjárkreppuna sem hófst undir lok sumars 2007. Hvorki verður séð af fundargerðum ríkisstjórnar né af frásögnum þeirra sem gáfu skýrslu fyrir rannsóknarnefnd Alþingis að þeir ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem fóru með efnahagsmál, bankamál eða fjármál ríkisins hafi gefið ríkisstjórninni sérstaka skýrslu vanda bankana eða hugsanleg áhrif hans á efnahag og fjármál ríkisins frá því að þrengja tók af bönkunum og það til bankakerfið riðaði til falls í október 2008.
Þrátt fyrir að stjórnarskráin gerir ráð fyrir að ræða skuli í ríkisstjórnum mikilvæg stjórnarmálefni, eins og þar segir, hefur þróunin orðin sú með samsteypustjórnum síðustu áratugum að óformlegi fundir og samráð formanna ríkisstjórnarflokkanna, það er þessi oddvita ríkisstjórnar hverjum tíma, hafa fengið auki vægi við stefnumörkun og eiginlega ákvörðunartökun í starfi ríkisstjórnar. En oddvita ríkisstjórnar koma líka í ýmsum tilvikum sameiginlega fram gagnvart fulltrúum stjórnvalda. Á þessu er einn stór galli. Reglur ábyrgð og framkvæmd verkefna í stjórnarráðinu ríma bara alls ekki í samræmi við þessi vinnubrögð. Árið 2008 átti forsætisráðherra allmarga fundi með formanni bankastjórnar Seðlabankans og bankastjórum bankana. Á tímabilinu febrúar til maí 2008 átti bankastjórn Seðlabankans einnig að minnsta kosti 5 fundi með forsætisráðherra, fjármálaráðherra og utanríkisráðherra. Málefni bankakerfisins heyrðu undir ráðuneyti Björgvins G. Sigurðssonar, þáverandi viðstjórnarráðherra. Hann var ekki boðið á neinn þessara funda. Þar var þó meðal annars rætt vanda bankana og lausafjárkreppuna. Að auki var viðskiptaráðherra hvorki gerð grein fyrir því að fundirnir höfðu farið fram, né var hann upplýstur það sem fram fór. Ein undantekning þó frá þessum, því greint var frá fundinum 7. febrúar 2008 á þingflokksfundi Samfylkingarinnar 11. febrúar 2008. Að mati rannsóknarnefndar bar forsætisráðherra sem verkstjóra ríkisstjórnarinnar að upplýsa viðskiptaráðherra framangreinda fundi þannig að hann gæti rækt starfsskyldur sínar sem ráðherra bankamála. Eins og áður segir tóku áhyggjur bankastjórnar Seðlabankans af því ástandi sem var að skapast í starfsumhverfi bankana að vaxa verulega í nóvember 2007. Bankastjórnin lýsti þeim áhyggjum ýmist beint við forsætisráðherra og þröngan hóp ráðherra eða á vettvangi samráðshóps stjórnvalda. Þrátt fyrir þessar áhyggjur verður ekki séð að bankastjórn Seðlabankans hafi komið á framfæri við ríkisstjórnina formlegum tillögum að nauðsynlegum aðgerðum. Af því marki sem Seðlabankinn taldi sig skorta nauðsynleg úrræði í lögum til að bregðast sjálfur við þeim vanda sem þið var í etja, var rétt að bankastjórnin gerði auðvitað ríkisstjórninni grein fyrir því með formlegum hætti. Fór þannig ekki saman annars vegar hvert mat bankans var honum alvarlegu stöðu og eins og rökrétt viðbrögð og tillögur byggður á því mati. Hér skal þó áréttað að hvað sem þessu leið þá kom bankastjórn Seðlabankans upplýsingum á alvarlegri stöðu bankana munnlega á framfæri við skýrum hætti við ráðherra. Samráðshópi forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands fjármálastöðugleika og viðbúnað var komið á fót með skriflegu samkomulagi 21. febrúar 2006. Hópurinn var vettvangur upplýsinga og skoðanaskipta. Fram kom að hann var ráðgefandi og tæki ekki ákvarðanir aðgerðir. Það vekur sérstaka athygli að í samkomulaginu stofnun samráðshópsins er það ekki tilgreint sem verkefni hans að semja sameiginlega viðbúnaðaráætlun stjórnvalda. Á hinn bóginn virðist ljóst að bæði Seðlabanki Íslands og Fjármálaeftirlitið hafi litið til samráðshópsins varðandi frumkvæði að sameiginlegum viðbúnaðaraðgerðum og samhæfingu. Ekki síst átti það aðgerðir sem kröfðust pólitískra ákvarðana. Verður því ekki annað séð en að samráðshópnum hafi í framkvæmd verið ljáð meira vægi varðandi undirbúning aðgerða en leiddi beint á ákvörðun samkomulagsins frá 21. febrúar 2006 þegar honum kom á fót. Í það minnsta er ljóst að hvergi annar staðar í stjórnkerfinu var unnið að sameiginlegum viðbúnaðaráætlunum. Þessi óljósa stað valdsvið og ábyrgð samráðshópsins virðist meðal hafa leitt til þess að ekki lá skýrt fyrir hver stýrði, samhæfði og bar ábyrgð á viðlagðan undirbúningi íslenska ríkisins vegna fjármálaáfalla. Í skýrslum ráðherra og fyrir starfsmanna ríkisstjórnarmanna fyrir rannsóknarnefnd Alþingis vísaði hver og annan athafnaskyldu og enginn gekkst við ábyrgð. Tillögur nauðsyn viðbúnaðar sem einstaka stofnunum lögðu fram í samráðshópnum fengu hvorki formlega afgreiðslu þar né hjá ráðherrum sem áttu fulltrúa í hópnum. Verður því ekki annað séð að mjög hafa skort á að vinnu samráðshópsins hafi verið stýrt á markvissan hátt, bæði á hálfu hópsins sjálfs og ráðherranna. Í því samhengi bendir rannsóknarnefnd Alþingis sérstaklega á að þegar hólmi var komið og bankarnir riðu til falls var ekki fyrir hendi
nein sameiginleg viðbúna áætlun stjórnvalda sem sárlega þurfti það að halda. Samráðshópnum virðist heldur ekki hafa tekist vel upp í því að stilla saman strengi þau verkefni sem augljóslega gátu heyrt undir fleiri stjórnvöld. Að minnsta kosti 3 ráðherrar auk 2 ríkisstofnana Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins koma að vandamálum tengdust Icesave-reikningum Landsbankans í útibúum hans erlendis. Þrátt fyrir það hefur ekkert komið fram að íslensk stjórnvöld hafa á þessum tíma stillt saman strengi í samráðshópnum og lagt formlega að Landsbankanum að flytja Icesave-reikningar yfir dótturfé. Það liggur ekkert fyrir að stjórnvöld hafi kallað eftir tímaáætlun slíka flutning frá bankanum ef stjórnvöld litu svo að hann væri yfirleitt að undirbúa flutningin. Hvað sem leið lagalegum heimildum Landsbankans til að reka útibú bankans í London var ljóst að framvinda mála flutning Icesave-reikninganna yfir í dótturfélag gat haft verulega þýðingu fyrir viðbrögð og aðgerðir íslenskra stjórnvalda á næstu misserum eftir, meðal annars vegna tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta og fyrir samskipti við erlenda eftirlitsaðila og Seðlabanka. Þegar kom að samningu hinna svokölluðu neyðarlaga má í stórum dráttum segja að það eina sem kom sýnilega notum úr vinnu samráðshópsins stjórnvalda hafi verið þau drög að ákvæði sem varð 100. grein A í lögum fjármálafyrirtæki. Í grófum dráttum voru önnur ákvæði neyðarlaganna samin dagana 4. til 7. október 2008 í miklu tímarhagi. Mörg hver afar flókin og yfirgripsmikil. Þeir sem sömdu þau nutu ekki aðstoðar sérfræðinga á sviðum sem mikið hlaut á að reyna á við úrvinnslu og útfærslu frumvarpsins, til dæmis á sviði gjaldþrotaréttar. Neyðarlögin voru samþykkt á Alþingi að kvöldi 7. október 2008. Mikið skortir á að unnið hafi verið að viðbúnaðarmálum ríkisins á skipulegan og vandaðan hátt. Rétt þó að halda því til haga að rannsóknarnefndin telur ekki hægt að fullyrða að unnt hefði verið að bjarga íslensku bönkunum frá falli, jafnvel þótt vanda hefði verið betur til viðbúnaðarvinnu á árinu 2008. Slíkar aðgerðir hefði þurft að koma til miklu fyrr. Á hinn bóginn hefði vandaður undirbúningur verið til þess fallinn að draga mun meira úr því tjóni sem fall bankana orsakaði. Íslensk stjórnvöld hefur þó einnig verið betur í stakk búin til að móta sér fyrr stefnu mörg af þeim álitaefnum sem taka þurfti að skarið svo sem í samskiptum við bresk og hollensk stjórnvöld. Á vormánuðum 2008 fór að gæta í röðum erlendra seðlabankastjóra vaxandi vantrúar á stöðu íslensku bankana og þrýstu þeir á að efnahagur þeirra yrði minnkaður. Hinn 15. apríl 2008 sendi Davíð Oddsson formlega beiðni gjaldmiðlaskiptasamning til Seðlabanka Bretlands. Mervyn King, seðlabankastjóri breska seðlabankans, svaraði bréfi Davíðs 23. apríl og hafnaði beiðni Seðlabankans. Hann lýsti því hins vegar yfir að erlendir seðlabankar gætu hjálpa Íslendingum að finna leið til að minnka bankakerfið sitt. Að hans mati væri það eina raunhæfa leiðin til að takast á við vandann. King sagði loks að hann byði fram alla aðstoð sem hann gæti veitt við að takast á við þetta verkefni. Seðlabanki Íslands þekktist ekki þetta boð. Í staðinn var sent svar þar sem þess var vinsamlegast óskað að breski Seðlabankinn endurskoðaði afstöðu sína til umbeðis skiptasamnings. Því bréfi var hins vegar ekki svarað. Eftir fund Seðlabankastjóra G10-landanna í Basel 4. maí 2008 varð ljóst að Seðlabanka Íslands stóð hvorki til boða gjaldmiðlaskiptasamningar fyrir breska seðlabankan né aðra seðlabanka að undanskildu þeim danska, norska og sænska. Í bréfi Stefans Ingvers, seðlabankastjóra Svíþjóðar, til rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram sú skoðun hans að óskýrt eignarhald ásamt örum vexti á efnahagsreikningi bankana hafi leitt til hættu ástands sem íslensk stjórnvöld hafi hvorki virst átta sig á né fyllilega skilið hvernig mætti mæta. Vorið 2008 fengust aðeins dönsku, norsku og sænsku seðlabankarnir til þess að gera gjaldmiðlaskiptasamninga við Seðlabanka Íslands og það með eftirgangsmunum. Þeir settu meðal annars skilyrði fyrir slíku samningum að forsætisráðherra veitti loforðum að þrýst yrði á íslensku bankana að draga saman stærð efnahagsreikninga sinna með hliðsjón og tillögum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.
Þá var fyrirgreiðsla norrænu seðlabankanna bundin skilyrðum að ríkisstjórn Íslands beitti sér fyrir ákveðnum pólitískum aðgerðum og athöfnum af hálfu Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins. Ráðherrarnir undirrituðu yfirlýsinguna 15. maí 2008 ásamt bankastjóra Seðlabanka Íslands. Yfirlýsingin var ekki birt opinberlega og heldur ekki lögð fram á ríkisstjórnarfundi. Lítið varð efndir á fyrrnefndum loforðum af hálfu ríkisstjórnarinnar sumarið 2008. Það var ekki til að bæta þá orðspor sem fór á íslensku stjórnvöldum hjá erlendum seðlabönkum. Þegar þarna var komið í sögu voru íslensk stjórnvöld orðin mjög einangruð á þessu leyti og alþjóðavettvangi. Þau átti því fá hús að venda þegar kom að falli íslensku bankana í október 2008. Fjármálaeftirlitið var ekki nægilega við stakk búið til þess að sinna eftirliti með fjármálafyrirtækjum með viðhlítandi hátt þegar þau féllu haustið 2008. Ef litið til rekstrakostnaðar fjármálaeftirlitsins og ráðstöfunarfjár þess fram til ársins 2006 ljóst að vöxtur stofnunarinnar fylgdi ekki hröðum vexti íslenskra fjármálakerfisins. Verkefni fjármálaeftirlitsins krefjast mikillar sérþekkingar á rekstri banka, hagfræði, reikningsskilyrðum og löggjöf á fjármálamarkaði. Ljóst að allt og seint var hafist handa við að auka fjárveitingar til fjármálaeftirlitsins þó þau gæti fylgt eftir þeirri þróun í starfsemi fjármálafyrirtækjanna og rækt lögbundin eftirlitsverkefni sín. Ekki verður þó sagt að allur vandi fjármálaeftirlitsins verði rakinn til ónógra fjárveitinga. Þannig skorti á að fjármálaeftirlitið tækist á við grundvallarspurningar svo sem starf bankakerfisins og nauðsynleg viðbrögð stofnunarinnar við allt á örum vexti þess. Röng forgangsröðun var einnig hluti að vanda fjármálaeftirlitsins. Enda þótt unnið hefði við að endurbótum og uppbyggingu upplýsingakerfin fjármálaeftirlitsins frá árinu 2006 hefði átt að leggja miklu meiri áherslu á að koma upp þróuðum upplýsingakerfum hjá stofnuninni. Þá skorti einnig á að fjármálaeftirlitið sýndi í eftirlitsstörfum sínum nægilega festu og ákveðni úrlausn og eftirfylgni mála. Stofnunin gætti þess ekki nægilega að koma málum í formlega farveg þegar ljós kom að eftirlitsskyldur aðili fylgdi ekki lögum og öðrum fyrirmælum sem til hans var beint. Samkvæmt skýrum fyrirmælum 1. málsgreinar 10. greinar laga fjármálaeftirlitið skal fjármálaeftirlitið krefjast þess að úr sé bætt innan hæfilegs frests og fylgja málum síðan eftir á þunga með þeim úrræðum sem það hefur. Í svörum þeirra stjórnenda stofnana stjórnkerfisins sem gáfu skýrslur fyrir rannsóknarnefnd Alþingis var algengt að því væri svarað til að það hefði ekki fallið innan starfs viðkomandi eða stofnunar sem hann veitti forstöðu á fjallum tiltekin málefni eða bera ábyrgð á tilteknu verkefni. Jafnan var þannig vísað til þess að slík málefni eða verkefni hefði verið á ábyrgð annarra stofnana eða embættismanna. Af þessum svörum verður ráðið að fulltrúum og forsvarsmönnum þeirra stofnana íslenska stjórnkerfisins sem hafa átt eftirlit með starfsemi á fjármálamarkaði og áhrifum þeirra starfsemi og stöðugleika í efnahagslífi ríkisins var í ýmsum tilvikum ekki ljóst hver átt að sinna og bar ábyrgð á ákveðnum þáttum þessara mála í hinu daglega starfi stjórnvalda. Það er aldeilis brýnt að hugsa verði sérstaklega að því og hugað að því að afmarka betur og kveða skýrar á skyldur einstakra stofnana og embættismanna að þessu leyti. Hlutverk rannsóknarnefndar Alþingis var fyrst og fremst að sinna rannsóknum og koma með lýsingu á því sem gerðist í aðdraganda falli bankanna. Rannsóknarnefnd Alþingis var þó einnig falin með 1. grein laganna nefndina að leggja mat á það hvort mistök eða vanrækslu var að ræða og hverjir bæri ábyrgð á því. Í þeirri stuttu umfjöllun sem okkur mögulegt að komast yfir hér verður einvörðungu stikklega og stór þetta en nánar en þá fjallað í kafla 21.5 í skýrslunni. Grundvöllur að ábyrgð ráðherra liggur í þeirri reglu sem við höfum nefnt frumkvæðisskyldu ráðherra. Byggja verður á því að ráðherra og viðkomandi ráðuneyti hvíli svo skylda að stjórnlögum að hafa almennt eftirlit með því hver í stórum dráttum framvinda í þeim málum sem heyra undir ráðuneytið og þá í þeim tilgangi að taka afstöðu til þess hvort tilefni sé til afskipta af hálfu ráðuneytisins á grundvelli gildandi lagareglna og eftir atvikum að hafa frumkvæði að tillögugerðum breytingur á lögum og að umfjöllun málið á vettvangi ríkisstjórnar sem mikilvægs stjórnarmálefnis.
Nú eins og ráðum af umfjöllun hér að framan það mat rannsóknarnefndar að ráðherrar ríkisstjórn þeirri sem sat á árinu 2008 hafa ekki brugðist við amar slæmu fréttum og framtíðarhorfum bankakerfisins. Með því að draga saman mjög langt mál má orða þetta svo að fyrir liggur að þáverandi forsetis, fjármála- og viðskiptaráðherra voru tiltækar upplýsingar sem gáfu brýnt tilefni til frumkvæðis að virkum aðgerðum ríkisvaldsins til að draga úr stærð íslenska bankakerfisins. Það var ekki gert. Forsætis, fjármála- og viðskiptaráðherra bara sjá til þess að innan stjórnkerfisins væri lagt mat á fjárhagslega áhættu ríkisins vegna hættu á fjármálaáfalli og byggja opinbera yfirlýsingar og stuðning ríkisins við bankana á traustum grundvelli. Það var heldur ekki gert. Forsætisráðherra bara gæta þess að störf samráðshóps stjórnvalda væru markviss og beita sér fyrir úrbótum ef með þyrfti. Forsætis- og viðskiptaráðherra bara fylgja eftir og hafa frumkvæði að því að Icesave-reikningar Landsbankans yrðu fluttir í dótturfélag. Að þessu var ekki nægilega vel unnið. Það mat rannsóknarnefndar Alþingis með þeim rökstuðningi sem framkemur í kafla 21 að þá hafi Geir H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra, Björgvin G. Sigurðsson, þáverandi viðskiptaráðherra, sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. grein laga þeirra sem nefndir starfar eftir. Það skal ítrekað að þessi niðurstaða byggð og heildstæðu mati á því sem fram hefur komið úr rannsókn nefndarinnar aðkomu stjórnvalda og þeim upplýsingum sem átt að vera þeim aðgengilegar í aðdraganda að falli bankana. Það mat rannsóknarnefndar Alþingis að líta verði svo á að annmarkar hafi verið á málsmeðferð, úrlausn og eftirfylgni margra mála hjá Fjármálaeftirlitinu en sum þessara mála eru rakin í skýrslunni í kafla 8655. Skorti þannig á að markvissu og skýru skipulagi væri komið á málsmeðferð stofnunarinnar og þess gætt að hún var í samræmi við skýlaus ákvæði laga. Sýndi Jónas F. Jónsson, þáverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins, þannig af sér athafnaleysi gagnvart því verkefni að koma nægilega traustu skipulagi á daglega starfsemi stofnunarinnar. Verður þetta athafnaleysi hans talið honum til vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 142/2008 enda var það á hans ábyrgð að annast daglega stjórnun og starfsemi og rekstri stofnunarinnar. Rannsóknarnefnd Alþingis telur að í ljósi þeirra upplýsinga sem komu fram innan Seðlabanka Íslands í ágúst 2008 alvarlega stöðu Landsbanka Íslands og afstöðu breskra fjármálaeftirlitsins í málefnum bankana hafi gefið tilefni til þess að unnið væri að ráðstöfunum málum bankans til að ganga úr skugga hver væri reynd staða Landsbankans á þeim tíma með tilliti til áhrifa hennar á fjármálastöðugleika í landinu. Það niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að meta verði framangreint athafnaleysi þáverandi bankastjórnar Seðlabankans þeirra Davíð Oddssonar, Eiríks Guðnasonar og Ingimundar Friðrikssonar svo að þeir hafi þar látið hjá líða að bregðast við yfirvofandi hættu og viðeigandi hátt með því að grípa til viðhlítandi ráðstafana og með því sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar laga 142/2008. Af því varðar afgreiðslu Seðlabankans og erindi Glitnisbanka í september 2008 þá það mat rannsóknarnefndar Alþingis að þáverandi bankastjórn Seðlabanka Íslands hafi sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. málsgreinar 1. greinar fyrrnefndra laga með því að hafa ekki rannsakað erindi Glitnis á viðhlítandi hátt áður en því var ráðið til lykta og tilkynnt Glitni niðurstöðu sína þegar hún lá fyrir. Þar sem viðhlítandi grundvöllur var ekki lagður á úrlausn málsins skorti á leið að Seðlabankinn hefði nægar upplýsingar til þess að geta lagt forsvaranlegt mat á það hvort sú leið sem lögð var til við ríkisstjórnina að kaupa 75% hlut í Glitni væri skynsamleg eins og aðstæður voru þá.